Í þessu myndskeiði ætla ég að kenna ykkur hvernig við getum vistað bókina. Við skulum byrja á því að gefa bókinu okkar nafn. Þá skiptum við heiti á bókinni. Gefum henni heitið bókin mín. Og svo skulum við líka breyta höfund. Skrifum bara okkar eigin nafn eða nafn barnsins sem hefur verið að gera þessa sögu. Fínt, þá það komið. Þegar við viljum vista þá ýtum við á ferninginn með örinni og hér höfum við nokkra möguleika. Við skulum fyrst kíkja á hvað gerist þegar við vistum þarna efst ef við ætlum að vista bókin okkar í iBooks. Þá veljum við iBooks. Afrit í iBooks. Þarna birtist bókin. Ég mæli með að við gerum þetta þegar börnin ætla að skoða bókinni, þá færa þau ekki til, geta ekki aflaga bókina á nokkurn hátt þegar þau fara þeir að skoða hana. Ég nota þetta mjög mikið þegar að sína hvort öðru bókina sína. Þannig getum við líka sótt bókina hvenær sem er tilbaka og haldið áfram að vinna í henni og jafnvel í öðrum tækjum. Nú skulum við skoða ef við veljum aðra möguleika, segjum við viljum vista þetta sem vídeó. Það getum við bara einfaldlega sett þá í myndalbúm iPadsins, en það eitt við það, þetta er mjög gott að gera þetta ef við erum með til dæmis mörg vídeó inn í verkinu, því þá spilast þau sjálfkrafa. Það verður til vídeófæll, bókinni eins og flettist og vídeó og hljóðupptökurnar koma fram þegar að við spilum myndbandið. Þetta finnst börnum í það minnsta mjög skemmtilegt. Skulum sjá hvernig þetta lítur út. Við erum búin að vista þetta sem myndband. Og svo spilum við. Það sjáum við þetta fyrir sjálfkrafa í gang og myndin birtist. Tekið upp. Þetta er myndband þegar við vorum í göngutúr daginn. Við erum að spila hljóðfælin. Komið sæl. Síðan ekki vídeó. Fjóla Þorvaldsdóttir heiti ég. Bara brota því. Við sjáum þetta möguleiki. Og þetta setja þetta síðan á YouTube ef maður vill. Svo getum við líka vistað bókina sem PDF skjal. Það hefur við svolítið gert þegar börnin hafa verið að búa til sögur og það gerir okkur mjög auðvelt fyrir að setja bókina í til dæmis Dropbox og deila síðan Dropboxinu eða setja í Google Docs og deila síðan möppu með foreldrum þannig að þau geta sótt bækurnar þar og prentað út ef þau hafa áhuga á því. Þannig sjáum við bókin vistast. Hér eru blaðsíðurnar og við viljum prenta þær út. En þá fáum við auðvitað ekki, þá myndum við vera með bækur sem eru ekki með myndskeiðum í. Já, myndskeiðin spilast að sjálfsögðu ekki þegar við erum bara með útprentaða bók. Gangi ykkur vel.